velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir að vera með okkur hérna. Það er nóg að taka og hérna held ég fátt verið eins mikið ritað og rætt undanfarið eins og ferðaþjónustan og hérna ekki bara núna í kjölfar hérna á gjaldþrotsins heldur bara löngu fyrir það. En ef við byrjum að tala áfangastæðin og það er náttúrulega verið ótrúlega vöxtur í langan tíma og og kannski eins og verður í þannig aðstæðum að þá er ekkert alltaf rosalega mikil tími til að skipuleggja sig og fólk er meira að bregðast við aðstæðum sem kom upp en að svona horfa kannski fram í tímann. En ef ég spyr þig Þórdís, hver er svona staðan á svona stefnumótun fyrir áfangastæðin? Sko áfangastaðurinn Ísland hann er auðvitað mjög sterkur og ég reyndi að koma því á framfæri þegar að var gjaldþrota að það breyttist í rauninni ekkert við áfangastaðinn Ísland. Þetta er sami áfangastaður og hann var. Ferðamenn þurfa bara að komast hingað með öðrum leiðum heldur en áður. Og við auðvitað erum mjög meðvituð um það hvað er sterkt við áfangastaðinn Ísland og hvar síðan svona okkar veikleikar eru, sem eru þá kannski allra helst í bara verðinu, vegna þess að þrátt fyrir að okkur finnist alls konar hlutir þurfa að vera svona á betri stað, þá eru ferðamenn sem að hingað koma ótrúlega ánægðir með veru sína. Og hvað varðar svona lengri tíma sýn og annað slíkt, að þá eru þetta í gildi ákveðin stefnumótun stefna sem er til ársins 2020. En við í stjórnstöð ferðamála erum annars vegar að vinna stefnuramma með bara þessu svona leiðarljós ferðaþjónustunnar sem að allir geta þá í rauninni allt sem að, hvort sem það eru sveitarfélög, stjórnvöld eða greinin sjálf, hvað sem þau eru að gera, að þá séum við svona sammála að það eigi alltaf að vera undir þessum leiðarljósum, sem þá bara þessar breiðu línur varðandi aukna verðmætasköpun, almennilega innviði, almennilega gögn og svona samhæfða stjórnun og svo framvegis. Og svo erum við auðvitað með þetta stóra verkefni sem að hefur verið í gangi frá því rétt fyrir síðustu kosningar, eða þar síðustu, sem er álagsmat í ferðaþjónustu. Og það er verkefni sem að ég veit ekki hversu margir þekkja og það er svona verkefni í 3 fösum og við erum núna að klára fasa nr. 2 sem gengur út á það að finna út bara hver eru þolmörk Íslands þegar kemur að því að vera land ferðaþjónustu út frá samfélagslegum þáttum, efnahagslegum og náttúrulegum, eða umhverfislegum. Og þetta verkefni, fyrsti fasi gekk bara út á það að finna hvað ætlum við að mæla. Og við fundum út að við ætlum að mæla, þetta eru 70 vísar. Þannig við erum þá í rauninni að segja, ok, hér á að vera ykkur hámarkshraði. En nú erum við að reyna að finna út hver er sá hámarkshraði. Og þessi vísar eru allt frá fráveitumálum, vinnumarkaði, húsnæðismarkaði, uppbyggingu, innviða, samgöngumál og allt þar á milli. Og nú erum við að klára fasa 2 sem segir okkur þá hvar erum við raunverulega stödd. Eins og hér erum við að tala Norðvesturland og það sem að líklega er að hindra ákveðna uppbyggingu eru samgöngumál. Og þá getum við séð nákvæmlega hvar erum við bara á grænu ljósu í góðum málum, hvar erum við komin á einhver svona hættumörk og hvar munum við bara lenda á rauðum stað eða erum jafnvel á rauðum stað og hvað þurfum við að gera til þess að laga það. Af því að ég held að ef okkur tekst vel með þetta verkefni, að þá sé þetta vísir að einhverju sambærilega eins og þegar fiskveiðistjórnarkerfi var búið til. Og við erum alltaf að tala við þurfum að fara að koma fram með ferðaþjónustuna og stjórninni meira eins og við gerum í fiskveiðistjórnarkerfi. Þrátt fyrir að ég sé ekki segja að ferðamenn séu fiskar og það er ekki hægt að stýra þeim með sama hætti. En það er samt ótrúlega margt sem er sambærilegt. Þannig að þriðji áfangi þar í rauninni bara það mun vísa okkur veginn hver langtíma stefnumörkun á að vera og ég hef það á tilfinningunni og ég byggi það á bara samtölum og öðru slíku að ég held að langflest á leið í sömu átt. Það sé allir sammála hvað þurfa að gera, hver eigi að vera leiðarljósin. Svo getum við rifist hvernig við komumst þangað, við getum rifist eða verið ósammála að það eru sársaukafullar aðgerðir, en við vitum alveg hvað þarf að gera og hvað þarf að gerast. Bogi, það er minnir að það verið 2012 sem að Icelandic Group setti sér þá stefnu að vera leiðandi afl í uppbyggingu ekki bara flugsamgöngum heldur ferðaþjónustu á Íslandi svona breiðum grundvelli og vera leiðandi í því að gera Ísland að heilsársáfangastað sem er auðvitað mjög mikilvægt líka bara upp á þetta álag og annað sem að Þórdís kom inn á. Hver er staðan á þessari svona sýn núna þegar þið eru búin að boða í rauninni brotthvarf úr svona öðru en fluginu? Já, hún er rauninni alveg óbreytt og eins og þú segir, við erum mikla stefnumótun 2012 og lykilpunktur þar var að breyta Íslandi í heilsársáfangastað ferðamanna og það hefur gengið mjög vel að okkar mati og náttúrulega mjög margir komið að því og þó að við ætlum að fara út úr svona heilstæðri ferðaþjónustu núna og við ætlum að selja hótelfélagið okkar og Iceland Travel
að þá ætlum við áfram að selja hótelgistingu á Íslandi til okkar farþega og líka afþreyingu til okkar farþega hér á Íslandi. Það er eina sem við ætlum ekki að gera núna, við ætlum ekki að reka fyrirtækin sjálf og ætlum ekki að eiga þessar eignir, en við ætlum áfram að hafa tekjur og selja farþegum okkar gistingu og fleira allan ársins hring hér á landi, þannig að það er engin breyting hvað það varðar hjá okkur og mun ekki hafa áhrif á íslenska ferðaþjónustu. En er einhver áhætta í þessu núna þegar WOW er horfið, er einhver hætta, við erum að sjá hérna árstíðasveifluna að hún mun líklega aukast, allavega í ár, hvað svona markaði tilur æskilegt að sækja inn á til þess að fylla þetta skarð? Getum við eitthvað brugðist við þessu á þessu ári? Ég held að þetta eins og kom fram í tölum þeirra hérna áðan að þá verður þetta ár svona, það verður ákveðin ókýr á þessu ári og ákveðin svona breyting sem verður að eiga sér stað, samþætting og stækkun fyrirtækja. Við erum á bara miklum krossgötum í dag, ferðaþjónustan á Íslandi. Við erum að byggja, eða margir í ferðaþjónustunni hafa verið að byggja sínar viðskiptaáætlanir og fjárfestingarákvarðanir að mínu mati á röngum forsendum. Á þeirri forsendu að hér muni fljúga inn farþegar á mjög lágum fargjöldum víðs vegar á heiminum. Það er bara ekki sjálfbært og þessi breytingar eiga sér stað núna og þess vegna er mjög mikilvægt að við förum í gegnum í rauninni stefnumótun og klárum hana hratt og örugglega, í rauninni ákveðum fyrir ferðaþjónustuna, hver framtíðarsýnin er, hvert hlutverkið er og á hvaða gildum við ætlum að byggja íslenska ferðaþjónustu og slíka vinnu verður að byggja á gögnum og upplýsingum og þessi skýrsla hér er mjög gott innlegg í þá vinnu og ég legg bara mikla áherslu á það að við vinnum þetta hratt og örugglega og klárum bara á þessu ári. Og þá er ekkert óttast, hvorki hvað varðar veturinn í sumari. Hvað finnst þér að Íslandi að standa fyrir í ferðaþjónustu? Ísland út frá staðsetningu landsins og hversu fái erum að þá getur Ísland aldrei orðið ódýr áfangastaður, hvorki hvað varðar flugið, né afþreyinguna á landinu eða gistinguna. Þannig að við höfum að fylgja þeirri stefnu að fá hingað inn ferðamenn sem í rauninni geta gengið landið og borgað fyrir það og ekki að vera að sækja inn þessa, hvað ég að segja, fókusar allt og mikið á þessa lággjaldað ferðamenn. Við eigum að horfa á gæði en ekki magn og það á að vera stefnan okkar. Við höfum ekki alveg verið að fylgja henni undanfarið. En svona talandi þegar við byrjuðum að tala hérna WOW-ið og svona það skarð sem þarf að fylla þar áttu við að bjarga WOW, áttu ríkið að ganga inn í að svona ljósið þeirra miklu hagsmuna? Hefði það verið réttlætanlegt? Nei, það hefði ekki verið réttlætanlegt. Það er auðvitað komið mjög langt síðan að ég óskaði sérstaklega eftir því að þessi hópur sem á endanum var skipaður, yrði skipaður og við stæðum vaktina og fundum þétt. Við létum vinna alls konar greiningar og Samgöngustofu auðvitað með sitt hlutverk sem að hún sinnti vel og við fórum yfir allt sem hægt var að skoða í rauninni, ég meina afleiðingar af því af mismunandi ákvörðunum, hvað mismunandi ákvörðunum myndi þýða og auðvitað hefði maður viljað að fyrirtæki hefði komist í gegnum þetta. En þegar að það er búið að reyna eins mikið og var reynt að sækja einkafjármagn mjög víða, að þá er það ekki réttlætanlegt að taka fjármuni skattgreiðenda sem eru ekki mínu fjármunir, heldur fjármunir annarra, í slíka áhættu. Við hefum þurft að vita nákvæmlega hvað það þýddi, hvað þýðir að taka yfir slíka kennitölu, hvað átti það að vera til langs tíma og mér fannst sérstaklega áhugavert þegar að við vorum búin að liggja yfir þessu, eins og ég segi, marga mánuði, að þegar að síðan það fór eins og það fór, að þá stigu fram ýmsir sérfræðingar og margir auðvitað sjálfskipaðir sérfræðingar svo sem líka og sögðu við áttum bara að bjarga þessu og þetta gekk nú svo vel hjá Air Berlin og svona. Það gekk ekkert vel hjá Air Berlin. Í fyrsta lagi var það allt annað fyrirtæki. Það voru allt aðrar eignir þar inni og þess fyrir utan að þá voru þær ákvarðanir sem þar voru teknar vegna þess að þú varst með 80.000 strandaglópa ferðamenn að háannatíma á þeim tíma. Það voru allt önnur staða hér og við vorum búin að kortleggja það algjörlega. Hvað væru sirka margir, hversu mikið frambúða til staðar, hvað við þyrftum þá að gera ef við næðum ekki að koma fólki heim með þeim leiðum, þá höfum við bara farið í næsta skref. Það var allt önnur staða þar og þess fyrir utan ætluðu þýsk stjórnvöld að fá alla sína fjármuni tilbaka og það gekk bara alls ekki eftir. Og þegar þetta var gert þá var það líka rétt fyrir kosningar.
Þannig að auðvitað finnum maður fyrir þrýstingi og auðvitað hefði maður viljað. Ég meina þarna misti auðvitað ótrúlegur fjöldi manns vinnu sína og auðvitað þetta högg, en við finnum líka af því þetta tók svona langan tíma að tíminn mildaði höggi mjög. Og ég hjó sérstaklega eftir því að hérna var rætt sko sterkar stoðir íslensks efnahagslífs. Það auðvitað alveg ótrúlegt að við skulum missa heilt flugfélag sem að flýgur sko 500.000 ferðamenn til landsins á ári, 1100 manns missa vinnuna og þetta verður áhrif á gjaldeyristekjur og allt saman. Ég meina þær sviðsmyndir sem voru teiknaðar upp, þær voru auðvitað mjög misjafnar, en ég held að fáir hefðu, og ég átta mig alveg á því að við erum ekki búin að sjá allar afleiðingar koma fram ennþá, ég átta mig alveg á því, en ég held að fáir hefðu veðja á þessa stöðu hér eftir allt sem á undan er gengið. Og mér finnst það sýna líka hvað íslenskt efnahagslíf bara breytt og hvað það fjölbreyttara og sterkara en það var, en það auðvitað þannig að við getum alveg mista frá okkur og þess vegna skiptir máli hvað ákvarðanir við tökum. En í þessu tilviki að þá er ég alveg sannfærð um það að við gerðum rétt. Ég meina, markaður er markaður og þú þarf að taka því súra með því sæta, sko. Ja, en talandi að þú veist nú að það hefði kannski ekki verið ábyrg meðferðarskatt fyrir stígarnin. Ísafja er aðeins í heitu vatni þessa dagana sem er svona eftirmáli þessa máls og svona fréttum að dæma allan í gær og held ég aftur í morgun, sko, þá er náttúrulega þessi kyrrsetning náttúrulega bara fyrir dómstólum. Er ástæða sko til að hafa áhyggjur af bara orðspori Íslands ef að þetta, erum við alveg vissum að Ísafja sé réttu megin við lögin þarna og getur það ekki bara haft stór skaða áfangastæðin? Það sé klárlega hætta á því að þetta hafi neikvæð áhrif á orðspor Íslands sem flugrekstrarlands. Svona, hvað ég að segja, ég veit ekki hvort maður segja óeðlileg viðskipti eða sérstök viðskipti hafa neikvæð áhrif og geta haft áhrif á áhættu álag til hækkunar. Ég held að það sé bara engin spurning. Við reyndar hjá Icelandair búin svo vel að við erum í mjög góðu sambandi við alla þessa leigusala og fjármögnun aðila á flugvélum og við höfum haft á stefnu að vera með sterkar efnahagsinning, þannig að við teljum að þetta hafi ekki áhrif á okkur en svona nýja aðila sem vilja koma inn á markaðinn og þá mun þetta hafa áhrif. En varðandi það sem Þórdís var að tala áðan, hvort að ríkið hefði átt að grípa inn í WOW, þá var ég algjörlega sammála því að það hefði verið algjörlega fráleitt. Að mínum mati er það engin tilviljun að það hafa 2 lággjalda flugfélög farið á hausinn á Íslandi á síðustu 6 árum. Að mínum mati er bara ekki hægt að reka lággjalda flugfélög frá Íslandi í samkeppni við til dæmis Wizz Air sem er með 100 vélar og gerir út frá Austur-Evrópu og ætla að verðleggja sem sama hætti á litla dýra Íslandi. Það er mjög mikil stærðarhagkvæmni í flugi eins og ferðaþjónustunni sem kom hérna fram áðan. Þannig að það er einhver draumsýn sem bara gengur því miður ekkert upp. Þannig að þetta var algjörlega rétt ákvörðun hjá ríkisstjórninni. Það verður ekki henda góðum penningum eftir slæmum. En talandi sérfræðinga og margir og á tímabili fannst manni maður opna vefmiðil eða dagblaða sem ekki var einhverjar fabuleringar að hinir og þessir ætluðu að stofna flugfélag og menn töluðu bara mikilvægi þess hreinlega að það yrði að vera hér annað flugfélag til höfuðs í rauninni Icelandair. Er það sko, þú talar það er kannski bara ekkert mjög raunhæf pæling í landi sem er með kostnaðarstruktúr eins og Ísland, en sko yfir höfuð bara sjálfsagt að það sé íslenskt flugfélag og þarf að vera íslenskt flugfélag. Er það nauðsynlegt? Það er ekki nauðsynlegt en það er mikilvægt og það eru til flugvellir þar sem eru 2 flugfélag, en það eru flugvellir eins og Tokyo, New York, Sao Paulo, þar sem eru sko milljón á heimamarkaðir. Ég held að séu varla finnandi þá sá flugvöllur eins og Ísland í rauninni, þar sem eru 2 flugfélög og það segir okkur bara að þetta er í rauninni varla raunhæft og það eru mjög margir flugvellir og borgir með rauninni milljónir, þar sem er ekkert lokal flugfélag. Bara sem dæmi Florida, þangað að fljúga tæplega 100 milljónir farþega á ári hverju og það er ekkert áætlunarflugfélag þar, allan sem ég veit um. Þannig að það er gott fyrir Íslanda og er rauninni nauðsynlegt að hafa flugfélag, heimaflugfélag, bara út af þessum tengingum að búa til þetta leiðakerfi sem Icelandair hefur búið til í gegnum tíðina, sem rauninni byggir á tengingunni yfir hafið og nýta landfræðilega legu, en það er ekkert nauðsynlegt að hafa 2 og alls ekki og bara að mínum mati ekki raunhæft. Markaðurinn er bara lítill, heimamarkaðurinn. Ég held að þetta sé sko, þetta er auðvitað mjög fjölbreytt. Ég meina við erum, sem ferðamannaland erum við auðvitað ótrúlega háð flugsamgöngum og þess vegna er mikil einföldun að segja að hér sé bara, eitt íslenskt og ég var til dæmis að spyrja bara af einhverjum erlendum sérfræðingum sem að spyrja hafið þið þá ekki áhyggjur út frá því, út frá samkeppni og ég sagði, heyrðu, það eru
25 pluss flugfélög að fljúga til landsins til dæmis yfir sumartímann, auðvitað alveg samkeppni. En það má samt heldur ekkert gera lítið úr áhrifum WOW. Ég meina, jú, það fór eins og það fór, sko, og það eru mörg lággjaldaflugfélög í vesinni, en það eru líka bara mörg flugfélög í vesinni. Og við vitum alveg að til dæmis starfsmannakostnaður hjá Icelandair er mjög hár. Og það má alveg spyrja, ég meina, hversu lengi getur hann verið svona hár? Af því að auðvitað Icelandair í samkeppni líka við lággjaldaflugfélög og önnur flugfélög bara allstaðar. Og út frá neytendum, og það má spyrja, eitt er fyrir hversu háð ferðaþjónustan er flugi, annað er síðan að flugrekstur er auðvitað ein tegund ferðaþjónustu, en hagsmunir flugfélaga og svo ferðaþjónustu fara heldur ekki endilega saman, vegna þess að flugfélög vilja væntanlega mjög gjarnan vera með marga viðskiptavini, alltaf að fljúga, á meðan ferðaþjónustan, við erum hér að reyna að segja að við viljum fá þá lengi og svo framvegis, þannig að það er auðvitað líka alls konar. Og svo má ekki gera lítið úr áhrifum, hvort það er WOW eða önnur lággjaldaflugfélög sem hinga að fljúga, fyrir íslenska neytendur sem hafa þurft að borga háar fjárhæðir til að komast út í landi í gegnum söguna og það hefur breyst undanfarin ár og ég held að langflestar hafi verið svo ánægðir með það. Og það er svona skilur maður áhyggjur bara svona hins almenna íslenska neytenda sem að langar að komast í sól og ódýran bjór, að hvaða áhrif þetta kann að hafa. En það er síðan alveg rétt og það er örugglega sérstök fræði sem að ég er ekki sterkust í, að það er að reyna að spyrja sig hvað er sjálfbært. Ég meina við erum með mörg lággjaldaflugfélög sem að er eðlilegt að kosti 10 skall að fljúga. Ég meina það er náttúrulega ekki eðlilegt út frá umhverfissjónarmiðum, en það má líka alveg spyrja, er það eðlilegt bara yfir höfuð? Og ég meina, en á móti segjum við, heyrðu, hér er bara eitthvað samkeppni og það verður bara að finna sína leið og það bara verður að fara einhvern veginn eins og það fer. En í grunninn út af því hversu mikið samkeppni er, að þá mætti alveg segja þegar spurningin er þurfum við íslenskt flugfélag, þá geti einhverju sagt bara, já það er bara óraunhæft að halda út íslensku flugfélagi ef við ætlum að vera með íslenska starfsmenn og annað út af kostnaði, en auðvitað viljum við ekki hafa það þannig. Og ég meina á Nýja-Sjálandi til dæmis, þar eru auðvitað vegalengdirnar allt aðrar, þannig að það er ekki sömu forsendur fyrir lággjaldaflugfélög að vera skottast í Nýja-Sjálandi, það er miklu lengri leið heldur en frá Evrópu hingað. En þar eru þau til dæmis með mjög fá flugfélög sem fljúga og miklu frekar bara legacy flugfélög og þau leyfa sér alveg að velja flugfélög í rauninni til þess að reyna að hafa áhrif á þá hvers konar ferðamenn að koma. Þannig að, og það eru auðvitað bara út frá staðsetningu eru það auðvitað önnur sjónarmið, en samt þau leyfa sér að velja meira en við. Og það er þessi heildstæða stefnumót sem ég til að við þurfum að fara í. Hið opinbera Ísafi og allir henni, hvaða flugfélög við viljum fá hingað og hvernig ferðamenn, þetta verða alltaf lággjaldaflugfélög og Icelandair mun aldrei keppa við Wizz Air í verðum, það er bara þannig, við þurfum að keppa við þá í bara upplifun okkar farþega og þjónustinu og slíku, þannig að en það verður alltaf lággjaldaflugfélög sem fljúga hingað, það eru 25-6 flugfélög að fljúga hérna á þessu ári, þannig að en við munum ekki vinna Wizz Air eða EasyJet í verðum, það liggur fyrir. En talandi með rekstrarskilyrðin og þú ert að koma að Ísland er dýrt og dýrast í heimi og ef marka má skýrsluna, kjarasamningar sem eru sú lota sem er ný af staðinn og sem var svona beint að ferðaþjónustunni og breiðu bökunum eins og það var kallað í ferðaþjónustunni, maður horfir á niðurstöður skýrslunar þó þetta séu vissulega ekki nýjustu tölur að þá er afkoman ekkert glæsileg og þetta hefur bara verið mjög erfitt þannig að og þetta er mannaflsfrek grein og hún verður það alltaf, það er engin gervigreind að fara að leysa af hólmi þjónustu á hótelum eða veitingastöðum nema ég sé bara svona óbúrslega lítið framsýn en og þetta er mannaflsfrek grein og það er ljóst að kjarasamningar munu vega þungt fyrir þessa grein, kannski ekki síst. Það eru einhverjar svona beinar mótvægis aðgerðir sem væri hægt að ráðast í bara til að styrkja samkeppnishæfni Íslands og svona verja þessa efnahagslegu hagsmuni sem eru heilmiklir. Þetta er stærsta gjaldeyrisskapandi greinin. Já, ég meina ég held að kjarasamningar, það hjálpar ekki stöðunni að laun munu hækka en aftur ef maður lítur svona á samhengi hluta og hvernig þau mál voru að þá er þetta nú betra heldur en margir hefðu kannski veðja á og þetta fór betur heldur en margir hefðu þorað að vona. En það er alveg rétt, þetta er auðvitað mjög mannaflsfrek atvinnugrein og verður áfram og verður alltaf og Ísland er mjög dýrt og verður áfram og verður alltaf og það er ekki bara út af gjaldmiðli hver sem hann væri heldur eru bara lífsgæði með þeim hætti hér að þú getur ekki bæði fengið ódýra tölvuforritana frá Búlgaríu en fengið líka lífsgæðin í Íslandi. Það bara fer ekki saman og þess vegna þarf maður að taka það í algjöru, að taka það saman hér. En stafræn tækni í ferðaþjónustu er að mínu mati lykill í því að lækka kostnað og nýta þá tækni og það var jafnvel sést auðveldara kannski fyrir stærri fyrirtæki að nýta sér þá tækni.
En það mikilvægara fyrir kannski smærri fyrirtæki og mikilvægara fyrir fyrirtæki út á landi. Og þarna held ég að séu mikil tækifæri til þess að lækka alls konar kostnað. Og svo varðandi gervigreindina þá ég veit ekki, ég held að það geta nefnilega alveg verið að við verðum með gervigreinda á svona stöðum sem okkur finnst kannski frekar skrítið að hugsa til þess núna. Að það sé bara eitthvað vélmenni að búa rúmið, sko. Og ég held að við, sérstaklega eins og hvað var að stafræna tækni, og held ég meina við erum með mörg sterk fyrirtæki hér á því sviði í þeim geira og það líka munurinn hjá okkur og til dæmis annars staðar, þar sem þegar maður fer og hittir, ég hef kannski sagt þetta áður í þennan saljafel, maður fer og hittir ferðamálaráðherra annars staðar, að þá allir hrikalega ánægðir með öll störfi sem þetta skapar og við höfum verið það í gegnum frá því eftir hrun og fagnað hverju þetta hefur breytt og allt það, en hjá okkur það áskorun hvað þetta kallar á marga starfsmenn og við eigum þá ekki til og það bara hjá okkur svona, það er aukinn hvati, ekki bara út frá rekstrarlegum forsendum, heldur aukinn hvati. Það er ekki pólitískt viðkvæmt annars líkt að séu færri störf í ferðaþjónustu. Við bara þurfum á því að halda og þess vegna held ég að við getum alveg verið leiðandi í stafrænni tækni í ferðaþjónustu og við erum auðvitað með fyrirtæki íslensk sem eru í útrás síðan annars staðar til þess að bjóða upp á þessa valkosti. Og það algjört lykilatriði, við verðum að gera það vegna þess að einhvern veginn þurfum við að lækka þennan kostnað. Bogi, hvað getið þið gert í fluginu og svo sem víðar? Við þurfum náttúrulega bara að gera hvað við getum í okkar rekstri til þess að lækka kostnað, það er mjög mikilvægt og algjörlega rétt að launakostnaðurinn allt og hár og það er okkar stóra markmið að lækka hann og samningarnir sem voru að gengi frá daginn, þeir hafa neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna, hótelrekstur og þess áttar og við erum til dæmis sem verið í svona söluferli með hótelin okkar og erlendir aðalar sem að skoða, þeir spyrja bara hvernig getið þið rekið fyrirtæki á Íslandi, þannig að þetta er krefjandi og við þurfum að vinna í því en eins og kom fram í skýrslunni þá mun væntanlega eiga sér stað á árinu sameiningar og samþætting í ferðaþjónustunni sem mun leiða til hagræðingar sem algjörlega nauðsynlegt en síðan ýmislegt sem að hið opinbera getur gert, haldið áfram að lækka tryggingagjald og ýmislegt fleira sem er að leggjast á ferðaþjónustun og flugið, þannig að við þurfum að vinna okkar vinnu og hið opinbera líka. En sko, við vorum að tala áðan strákarnir Airbnb og svona ákveðna svona þróun sem að verða þar, talandi sko fjárfestingu í ferðaþjónustu og Bogi kom inn á það, þú komst inn á það í fundi á ræðina á aðalfundi félagsins að ef til vill hefðu við farið of geyst í fjárfestingar og Þórdís kom áðan, það ég held að vita allir að kosta ekki 7.000 kall að fljúga til London þó það hafi kostað það mörg undanfarin ár. Þannig að ef að það var forsendan fyrir þessum vexti og fjölgun þá kannski má deila það hversu raunhæf svo áætlun var. En það liggur eins og fyrir að það er búið að byggja mikið af hótelherbyggjum og það er verið að byggja fleiri. Airbnb það var svona velkomið apparat svona til að tappa af sko þrýstingnum á meðan að hann var sem mestur sko það er greinilega árangur af því að hafa hert þessar reglur og kannski ekki síst bara að fara eftir þeim. Já, eitthvað meira slíkt í vændum til þess að svona tryggja það að þeir hótelrekendur sem hafa farið út í miklu fjárfestingar njóti ávaxta af sinni? Já, þetta við erum náttúrulega búin að ræða þessi Airbnb-mál undanfarna svona fundi til dæmis og það er auðvitað þannig og ég held allir vita alveg eins og segir, við þurftum á því að halda þrátt fyrir að vera kannski svona óvinsæll gæi í partíinu og þá þurfti hann einhvern veginn að vera með til þess að bara geta boðið alla þessa ferðamenn velkomna því við höfðum ekki herbygginn, að minnsta kosti ekki á þessu svæði. En það var síðan auðvitað líka orðið löngu tímabært að hafa eftirliti þannig að það virkaði. Og bara til að setja það í samhengi, við settum, og ég forgangsraði þeim fjármunum sjálf, baði ekki nýja peninga, heldur bara hætti öðru í mínu ráðuneyti og setti 65 milljónir í þetta eftirlit til 1 árs og svo erum við búin að tryggja framhald á því, það þarf ekki vera jafn miklu stóru sniði, en það er tryggt áfram þetta eftirlit eins og það hefur verið þannig að það virki. Og þetta hefur skilað sér því að við erum sko með svarta, eða þeir áætla, sýslumannsembætti áætlar að það sé svört atvinnustað sem hafa farið niður 30%. Og þessar skráningar eru náttúrulega bara, þær hafa sko margfaldast og við erum farin úr sko okkur 15% skráningu í 55% sem er samt ennþá alltaf lítið. Af því að þegar við erum að reyna að fylgjast með sko ólögmætri starfsemi þá þurfum við þetta fyrst að fá alla til að skrá sig til þess að geta síðan mælt það og það hlutfall er ennþá of lágt. Bara skráningagjöld að þú þarft að borga þennan 7.000 kall eða hvað það er á hverju ári,
bara það eru 23 milljónir. Og síðan búið að senda út sektarboð fyrir ykkur 80. Það er búið að hafa afskipti af mjög mörgum sem ákveða síðan í kjölfarið að setja bara farið í langtíma leigu eða selja íbúðina annað slíkt. Þannig að þegar hérna kemur í ljós til dæmis varðandi skráða starfsemi og mér finnst mjög gott að það tala skráða gistingu og óskráða en ekki hótel Airbnb af því að margir þeirra sem að auglýsa sig á Airbnb eru samt bara í lögmætri skráðri starfsemi og skila öllu sínu. Þannig að þegar maður segir skráð gistingu og óskráð þá getur líka verið að það séu bara fleiri sem eru á Airbnb, eru jafnvel í 90 daga reglu eða eru bara með rekstrarleyfi en eru samt í skráðri og eru að skila öllu sínu. Þannig ég held að þetta sé bæði að fleiri eru að skrá sig og með allt þetta upp á borðum og svo eru líka bara fleiri sem eru hættir. Af því að það þurfti ekki nema láta þetta virka, þannig að fólk hugsaði, heyrðu, ok, ég nenni ekki að standa í þessu. Og auðvitað er það óþolandi fyrir fyrirtæki þar sem eru gerðar miklu ríkari kröfur, það er verið að borga alls konar auka gjöld og vaskurinn þarf að vera réttum stað og brunaeftirlit þarf að koma allt þetta, að þau séu að standa í því og aðrir geti verið, af því þetta, þú veist, þegar sýslumaðurinn að hafa afskipti af fólki, þau eru ekki að hafa afskipti af ömmunni sem kann ekki á interneti og bara kunni ekki að skrá sig og bara að selja, þú veist, 20 daga yfir árið, sko. Þú veist, það er verið að skipta sig af fólki sem er í atvinnurekstri en lætur eins og sé það ekki. Og það er ekki takt að því ég man bara, við vorum hérna á fundi, ég held að vera hjá Samtökum atvinnulífsins, ég man alltaf en ég satt í panel með Halldóri Benjamín og hann sagði, getum við ekki bara næsta ári, við erum búin að laga þetta og þetta sé eitthvað svona og ég hugsaði, ég vona að ég fara að hitta hann í panel, þá get ég sagt, heyrðu, við gerðum það sko. Þó að verkefni sé ekki lokið, að þá gerðum við það og þetta hefur skilað ótrúlegum árangri og það er það sem er líka svolítið vandasamt þegar að ræða eftirlit. Við til dæmis vitum og OECD er núna í stóru verkefni fyrir okkur sem segir að þau eru komist að niðurstöðu að eftirlitskerfi hér er dýrast innan OECD. Það er allt og dýrt og óskilvirkt. En samt erum við líka og greinin sjálfa kalla eftir og við vitum líka að það þarf ríkara eftirlit á ákveðnum sviðum og það þarf líka bara að fúnkera. Þú ert kannski með margar stofnanir með góðu fólki með sín verkefni en bara með því að láta að vinna saman eins og við höfum verið að reyna að gera bara í ferðaþjónustu almennt að þá virkar þetta betur. Þannig að það eru alltaf tvær hliðar á því. Ég er sammála þessu að þetta er mjög mikilvægt að eftirlitið sé orðið betra, það sé meira skráðu gistingunni komin upp á borðið og þetta á ekki bara við í gistingunni og hótelrekstrinum, þetta á líka við í veitingarekstrinum sem við erum í. Þar erum við ofta að keppa við mjög erfiða samkeppnisaðila og ótrúleg dæmi sem við heyrum af. Við erum bara svarta starfsemi og þar þarf að vinna mikla vinnu líka. Eftirlitið þarf að vera sterkara og þannig að samkeppnisstaðan verði jafnari og ríkið fái sína tekjur. Já. Mér langar næst að víkja að við töluðum hérna í upphafi Ísland sem heilsársáfangastað og hvað það væri í rauninni mikilvægt til að auðvitað bara bæði minnka álag og nýta fjárfestinguna. Landsbyggðin. Ég held að ef maður spyr ferðamenn af hverju komst hingað og af hverju viltu koma hingað, þá er náttúran ennþá og ber höfuð herðar yfir í rauninni aðra þætti og þó að vorkvöldi Reykjavík séu heillandi þá er náttúrulega ekkert í líkingu við það sem að fólk upplifir þegar kemur út fyrir höfuðborgarsvæðið en þeir eru auðvitað núna að dvelja styttra og hvaða raunhæfu leiðir eru til þess að draga úr því eða auka dreifinguna eða bætana landið. Ég held að sé engin töfralausn til í því. Ég bara kem aftur að þessari heildstæðu stefnumótun sem er nauðsynleg og vil rifja upp vinnu sem við fengum Boston Consulting til að fara í árið 2013. Icelandair, Isavia, Bláa lónið og Bílalag Akureyrar var mjög góð í rauninni vinna sem tengdist stefnumótun fyrir ferðaþjónustuna, einmitt hvernig við myndum dreifa ferðamönnum landið og ég hvet fólk til þess að kíkja á þessa vinnu og hvet Þórdísi til þess að skoða þetta og ég held að þetta gæti verið grunnur að mjög hraðri og góðri vinnu í stefnumóti fyrir greinina í heild sinni og eitthvað sem við getum bara klárað hratt og örugglega og það kemur einmitt inn á dreifingu ferðamanna landið með mjög skilvirkum hætti. Að gera eitthvað í innanlandsfluginu, niðurgreiða innanlandsflug, Skotar hafa gert það, ekki kannski fyrir ferðamenn en fyrir sína íbúa, er það eitthvað sem er raunhæft eða bara yfirhauð skynsamlegt? Ég held langflestir ferðamenn sem ætla að fara út land, þeir vilja keyra. Það er partur af upplifuninni, sérstaklega að keyra hringinn, þá viltu keyra hringinn. Þessi skotska leið sem auðvitað er í mikilli skoðun hér og gert ráð fyrir í fjármunum og annað,
hún bara byggðaaðgerð og snýr bara, þú veist, íbúum sem búa ákveðið langt frá höfuðborgarsvæðinu og þurfa að sækja þjónustu og annað slíkt að þeir fá x marga leggi niðurgreidda, en ekki fyrir ferðamenn. Við vitum alveg innanlandsflug er mjög dýrt og það ótrúlega lítið notað af ferðamönnum og án þess að ætla að fara að ræða Reykjavíkurflugvöll sem að ég mun ekki bara sjálfdáðum stíga fram og taka að mér, að þá nefni ég bara að sjálfsögðu hefur það áhrif þegar ferðamenn lenda í Keflavík og geta illa flogið frá Keflavík og út á land. Heldur þurfa þær annarkvort að borga 15-20 skall í leigubíl til Reykjavíkur eða stíga upp í rútu sem kostar slatt á mann og kannski fjölskylda, koma sér á BSI, taka þá leigubíl þaðan og niður á flugvöll eða labba með töskurnar sem að sé stundum þessa leið til þess að fara í flugþanga sem síðan kostar fyrir slíka fjölskyldu kannski 3 sinnum meira eða 2 sinnum tvöfalt allavega heldur en það kostaði að komast til Íslands. Þannig að þetta bara, þetta blasir auðvitað við manni og þetta nákvæmlega sama og við myndum hugsa þegar við förum eitthvað. Þú lendir ekki einhvers staðar og fer síðan í 3 tíma ferðalag til þess að borga tvöfalt meira til þess að komast á einhvern stað. Þannig að ég held að það sé nú þáttur í þessu líka, en varðandi dreifingu ferðamanna sem orð sem margir þola illa, að þá skulum við líka bara viðurkenna það að það ótrúlega erfitt. Og ég vísa aftur í þessa ferð sem við fórum til Nýja-Sjálands, þar gat maður til dæmis séð, þar sem var alþjóðaflugvellir á þeim svæðum, þar dreifðust ferðamennir. Þangað fara ferðamenn. Þannig að það opnist með raunverulegum hætti önnur gátt, eins og komin svona vísir að á Akureyri og vonandi einhvern tíma gerist líka á Austurlandi, það lang áhrifaríkasta leiðin til þess að dreifa ferðamennum. Að þeir einfaldlega fljúi beint þangað þegar þeir koma. Við síðan auðvitað þegar við erum að tala að fjölga seglum að þá við, ég meina það felst í því bæði að þú veist markasetja þá, að uppbygging innviða sé með þeim hætti að það sé áhugavert og auðvelt að komast þangað og svo auðvitað greinir sjálf sem bara með sínum fjárfestingum og öðru slíku, afþreying og hótelum og veitingastöðum öllu þessu sem það sem hefur áhrif vegna þess að við getum auðvitað ekkert, það er engin kvóti á hvern landshluta. Þannig að þú veist, allt sem stjórnvöld að gera í rauninni, það stuðlar, markmið að ferðamenn fari víðar. Svo bara svo margt sem að við síðan höfum ekki stjórn á. Þannig að það líka allt í lagi að viðurkenna það að þú veist, þetta erfitt. En við ætlum að dreifa ferðamönnum árið og það hefur gengið vel. Hvað við nú svona styttast í svo hjá okkur, 2019, ég held að við getum bara verið sammála um það hér að það verður svona krefjandi ár í ferðaþjónustu. Kærkomið kannski orðum aukið að segja, en ekki bara dálítið gott að fá aðeins, og allan við erum hér, þannig að við getum þá alveg reynt að nýta okkur til góðs að svona skipuleggja okkur. Þú varst eldsnögg að græja þetta Airbnb-mál þegar þú hendir þér í það. Erum við ekki bara að fara að henda okkur í að skipuleggja okkur og svona aðeins horfa til lengri tíma og ákveða hvað ætlum að verða þegar við erum stór sem ferðaþjónustuland? Þetta ekki bara Ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt og ég veit ekki hvort það sé gott mál, staðan sem við erum í dag en við erum í henni og við erum á krossgötum. Og við þurfum að vinna ákveðna vinnu, við þurfum að ákveða hvernig við viljum hafa þetta, hver framtíðarsýnin á að vera og það er mjög mikilvægt eins og ég sagði þannig að við vinnum það bara hratt og örugglega. Þetta tengist bara öllu í ferðaþjónustinu, fluginu og þess aftar, dreifing út á landsbyggðina og þess vegna þarf bara að klára þetta á þessu ári, ekki síðar. Hvernig við viljum hafa þetta þegar við verðum stór. Ég held að það sé alveg rétt og þessi tími, ég meina þetta bara svo staða sem við erum í og það eins gott að nýta hann almennilega og ég man þegar ég sat á þessum fundi í Perlunni held ég að verið í fyrra þar sem að það voru forsvarsmenn stórra fyrirtækja með mér í panel og spyrillin var svolítið svona þú veist nú bara fjölgunin að minnka, þú veist hafið þið meira áttur áhyggjur og allir svona, og ég bjóst við allir myndu keyra þá stemmingu upp en viðbrögð þeirra voru bara tja, við höfum þá allan tíma núna til þess að hugsa, hvernig viljum Rannveig var þar á meðal, hvernig viljum við hafa þetta, við höfum þá tíma til þess að, þú veist, hvað er nice to have, hvað er need to have, hvað getum við gert til þess að bæta rekstur, vegna þess að það, ég meina fyrirtæki greinin hafi þetta verið á hlaupum ár eftir ár, þannig að þó að þetta sé verða einhverju leyti sársaukafullt og ekkert eitthvað sem að menn hefur sett efst á óskalistan endilega þessi staða, að þá hún og það má alveg halda því fram að hún sé þrátt fyrir allt saman aðeins mýkri heldur en einhverju hefði þorað að vona
og þá spurning hvað getum við gert og hvernig getum við þá nýtt þennan tíma til þess að svona ákveða hvernig ferðaþjónustuland ætlum við að vera og hvað getum við gert til þess að gera hann í rauninni bara sjálfbæri vegna þess að það vita allir að við þurfum meiri verðmætasköpun í grunni, það vita allir og það sama við öll þessi, eins og við talum hérna fyrirtækin, þessi stóru og smáu. Þú veist, það fylgir því líka þegar þú tekur ákvörðun að greinin sé svona þungaveikta atvinnugrein og þungamiðja í íslensku efnahagslífi að þá auðvitað mun það þýða ákveðnar aðgerðir sem að ekki eru allar sársaukalausar sko, en við vitum að fylgir því bara að verða stór. Bogi, hverjir svona eru horfurnar hjá þínu félagi og svona hvernig sér þetta spilast núna? Verðum við ekki bara alveg fyrir og flammið 2020? Já, langtímahorfurnar eru að mínum að þetta mjög góðar fyrir okkar félag og íslenska ferðaþjónustu. Íslensk ferðaþjónusta og hið opinbera þarf að taka ákveðnar ákvarðanir núna og framtíðin byggir svolítið á þessum ákvarðunum að við tökum réttar ákvarðanir. Það sé svona heildarsamhengi í þessu öllu saman, bara því að Þórdís var að nefna leigubílinn frá Keflavík til Reykjavíkur, 15-20.000 krónur og það kom kannski farþegi frá Los Angeles fyrir 8.000 krónur sko, þetta meikar náttúrulega engan sens og ferðamaðurinn strax orðinn fyrir vonbrigðum þegar hann bara að keyra Reykjanesbrautina út af leigubílagjaldinu, þannig að það þarf að vera svona heildarsamhengi í þessu og bara eins og segja enn og aftur, þessi stefnumótun og ákvarðanir núna eru gríðarlega mikilvægar upp á framtíðina og ég tel að við tökum réttar ákvarðanir og mótum réttar stefnum þá sé framtíðin mjög björt í íslenska ferðaþjónustu og fyrir okkar félag líka. Glæsilegt, við látum það bara vera lokaorðin, tökum réttar ákvarðanir og framtíðin björt. Við bara þakkum ykkur kærlega fyrir komuna í dag og vona þig í góðan dag.